Nýja varðskipið Þór lætur einstaklega vel að stjórn, segir Sigurður Steinar Ketilsson skipherra. Forstjóri Landhelgisgæslunnar segir að varðskipið muni breyta miklu fyrir störf hennar. Áhöfnin á Þór fékk fylgd félaga sinna úr Landhelgisgæslunni þegar hún kom heim úr mánaðarlangri siglingu frá Chile þar sem nýja varðskipið var í smíðum í 4 ár. Fyrsta stopp var í Friðarhöfn í Heimaey. Og eftir að Þór var lagstur að bryggju dreifað vestmanningar sem vildu skoða nýja varðskipið. Það heldur síðan til Reykjavíkur í kvöld og verður opið fyrir almenning síðdegis á föstudag, laugardag og sunnudag. Skipti sjómenn máli að fá nýjan Þór? Já, verulega miklu máli. Af hverju? Bara geti þjónusta flottan betur en gert hefur verið á hendur að skipi. Öll svona öryggistæki skipta miklu máli fyrir sjómenn. Það er björgunarskip og þyrlur að sjálfsögðu. Sigurður Steinar Ketilsson skipherra er með reynslumeiri mönnum Gæslunnar. Hvernig lætur Þór að stjórn? Alveg einstaklega vel. Þetta er bara eins og að leika sér á Rolls-Royce. Hann hefur mikinn kraft og mikla stjórnareiginleika. En hverju breytir þetta nýja varðskip fyrir Landhelgisgæsluna og fyrir sjómenn? Já, bara fyrir Íslendinga í heild. Það er alltaf breyttir tímar. Það er margt að gerast hér í kringum okkur. Við erum að fá mikið af stórum erlendum olíuskipum og gasskipum sem er að koma frá Noregi og Múrmansvæðinu sem fara vestur um haf. Hvað getur þetta skip? Það getur meðal annars dregið 120 tonn sem er rúmlega 200 frá því sem við getum í dag. Og þetta skip tekur þetta miklu meiri sjói og getur átt við stærri skip, farið víðar og verið lengra, borið fleira fólk og það er með aðstöðu fyrir almannavarnir og löggæslu til þess að takast á við hinni ýmsustu vandamál út allt land. Þór kostaði tæpar 30 milljónir evra og Georg segir að rekstrarkostnaðurinn eigi ekki vera mikið meiri en á gömlu varðskipunum. Hann vonast til þess að ekki þurfa að leigja Þór út á næsta ári eins og hefur verið gert síðustu misseri með gömlu varðskipin og flugvélina. Þór muni sinna almennum björgunarstörfum.